Velkomin í bókaboðið. Velkomin í bókaboðið. Þetta skemmtilegasti bókaklúbbur landsins. Það er fakt. Það er fakt. Já, það er fakt. Þetta er bara, hérna komum við saman til að ræða bækurnar okkar og núna erum við að gefa þætti út í opinni dagskrá í boði Storytel. Já. Yey! Það er ógeðslega skemmtilegt. Loksins erum við hér. Við erum alveg alltaf í áskurstinni, þannig að ógeðslega gaman að vera með ykkur hér. Ógeðslega gaman. Og hérna, eins og við erum yfirleitt, við verðum að viðurkenna, við alltaf búin að hlusta á bækurnar okkar. Já, við þykist eitthvað annað. Við erum svona multitasker, sko. Við þurfum að vera að gera eitthvað annað meðan. En þetta kemur okkur samt inn í, þú veist, það er svo næs að geta hlustað og samt verða viðurkenna þegar við höfum verið að lesa ákveðna bækur sem við höfum tekið fyrir áður í bókabóðinu, þá hef ég verið svona bara það spennt að ég verða að ýta á bókina og bara lesa endan. Af því það er hægt að hlusta eða lesa á suma bækur á Storytel. Það eru bæði e-books eða þú veist, rafbækur og hljóðbækur. Það er ógeðslega næs að geta svona, að þið líka stundum þegar maður hlusta á það svona, hvernig er þetta nafn skrifað, þessi staður eða eitthvað þannig. Já. Sérstaklega þegar við erum í svona fantasy-bókum eins og núna. Eins og við erum í núna, já. En við ætlum bara, þannig að ef þið ætla að vera með okkur í þessum bókaklúbbi og viljið joina, þú veist, vera með suma bækur í gangi og við erum búin að vera að tala eða erum að fara að taka núna á næstunni, að þá eru það allar að finna á Storytel, og þið getið núna að pröfa linkin sem er í highlights hjá okkur á Instagram, tebótið, við erum með frí áskrift í mánuð, pröfað, allavega, sé hvernig þið fýlið. Join us, en við erum líka með gjafaleik. Við erum með geggjana gjafaleik. Já, inn á Instagram, við ætlum að gefa einhverjum besti sem ætlar að taka þátt í þessum bókaklúbbi með okkur, iPad 10,9 og áskrift á Storytel. Þetta getur ekki verið betra. Nei, þetta er geðveikt. Já. Þú getur notað iPadin til þess að lesa eða hlusta og bara vera að gera eitthvað annað í iPadum á meðan þú ert að hlusta Storytel og lita eitthvað, bara þú veist, kósi sko. Og áskrift. Já, hversu næs. Hversu næs. Og líka þú veist, ég nota iPadin minn mikið heima, þú veist, eins og ég spila líka bækur á Storytel fyrir Emblu, þú veist, fullt af barnabókum fyrir ykkur sem eru í þeim gír líka. Þá getur bara sett iPadin minn í herbyggi til hans að það þarf ekki, þú veist, að tengja úr símanum mínum og passa mig að gera ekki neitt annað í símanum, skilur. Það er mjög næs. Það er mjög næs. Þannig að þessi iPadar og Storytel, þetta er fullkomna match. It's a match. It's a match og þið getur tekið þátt í þessum gjafaleik á Instagramun okkar. Já, mér langar að taka þátt, en ég á iPad og ég er með áskrift Storytel. En þú ert að vera að vinna besti, sem ert að hlusta. Þú sem ert að hlusta, þú getur unni. En þú getur líka pröfa núna Storytel í mánuð frítt með linknum okkar sem er til dæmis í highlights á Instagram. Þannig en bókin sem við erum að fara að taka fyrir núna, hún er einmitt líka á Storytel og það er hægt að hlusta á hana venjulega, bara sem lesin sem venjulega bók. Það er líka hægt að eat or read eða lesa, þannig að það er hægt að kíkja á. Það er hægt að lesa, já. Það er hægt að lesa líka, en svo líka hægt að hlusta á sem við vorum að hlusta á. Dramatized adaptation. A movie in your mind. Já. Eins og að segja. Þetta er basically bíómynd í eyrunum. Þetta er sturluð upplifun. Þetta er, ég á erfitt með að fara tilbaka í bækur eftir þetta. Það verður skrítið. Já. Það verður mjög skrítið. Við erum búin náttúrulega að lesa Avatar A Court of Thorns and Roses fyrst og þá kynntustu við Dramatized Adaptation, kallast þetta. En núna erum við í bók 2, Avatar, og þetta er það besta sem ég hlusta á. Ég er bara, í mínum eigin heimi og í öðrum heimi. Ég var einmitt í gær, ég var að hlusta og ég var að klára bókina, ég var að þrífa á meðan og það kemur eitthvað svona brútal dingur og ég bara helt að vera eitthvað þetta á mig. Ég var bara, hvað við minn alveg og svo oft sem það kemur eitthvað svona hljóð sem ég er svona, er þetta frammi eða er þetta í real life? bókinni? Já. Og það er læst að maður í göngutúr og það er svona background noises og það er eitthvað svona tree twitches eitthvað svona, oh my god, hver er þetta hér? Já. En já, þetta er basically, það eru leikarar og þau eru bara að leika þetta, þau eru ekkert bara að lesa, þau eru bara að leika og það er bara full on cast. Hljóðleikrit. Já, og það er vindur, það er bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvað þetta er í hug, bara beina brotna, eða þú veist, bara svona, sound effects og vind, bara alls konar, bara
örvar, bara arrows in the wind, bara, þetta rosalegt. Þetta rosalegt, sko. Ég var að lega maður heyra svona smá. Já. Það er ekki að sniðut. Það er ekki að sniðut. Ég held þannig ekki, mig var spoiler. Já. En þetta A Court of Mist and Fury. That they'd push to be present. Svona tónlist líka. Já. She'd managed to keep the other 11 away. Either to claim the attention for herself or to spare me from being hounded by the pack of them. Þið vilja fara í eitthvað svona gett, svona brutal scene. Ó, já. Veistu hvað ég meina? Já. Ekki er ekkert kynlífsefni. Ok. Það var þetta rosalegt, sko. Þú veist, þetta er sérstaklega í bók 1 við ræddum þetta þegar við tókum hana fyrir allt þetta. Þú sko, ég byrjaði að hlusta, þetta eru 2 partar þessi bók. Já. Þetta er dramatæst, allavega, skilju. Og fyrir parturinn er náttúrulega meira Tamlin megin og svo er svona mest meginn þess að bókina kynast Rhysand. Ég byrjaði að hlusta aftur á byrjuninni í gær bara svona aðeins að rifja upp að því það er svo langt sem við byrjum að hlusta á þessu bók. Og þar er Tamlin náttúrulega mikil meira og ég var bara gæi. Já, ég get þetta ekki. Já, gríns. Ég get ekki þetta. Að því hina serina með Rhys er ekki svona. Nei. Rhys er miklu meira hot í þessu. Hann er ekki svona ég meika, sko. Ég meikaði það ekki. Það var svo erfitt, sko. En þú veist, já, bara þetta er allavega, þú veist, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt að fara inn í þetta svona fantasy heiminn. Já, mjög skemmtilegt, sko. Allt öðru í sig heldur við erum búin að vera að gera, eins og þú veist, það er nokkra bækur frá nokkuð sem við erum búin að hlusta á. Við kaupum bara bækurnar svona as a trophy. Já, þú veist, að því við erum að hlusta á Storytel, en við viljum eiga bækurnar líka bara upp á skrauti, sko. Já, og ég veit að margir gera það. Ég sé fullt af fólk gera þetta TikTok, sko. Já, mér finnst það, it's a trophy. Já, it's a tangible thing. Já, ég er sammála. En við erum með hérna It Ends With Us, Þöggli sjúklingurinn, Silent Patients og The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Allar þessar bækur eru á Storytel líka og svona þær flestar sem við höfum tekið fyrir eru hægt að finna Storytel líka. Við þurfum bara að senda Storytel listan og þau geta setta saman okkar lendingastíðu. Já, það var ekki að. Það er komin Storytel /teboði síða þar sem við getum séð bækurnar sem við mælum með, bækurnar sem við höfum hlustað á og svo bækurnar sem við erum að taka núna í þessari bókabóðseríu. Þannig að já, bara verið með okkur og pröfið frítt í mánuð með linknum okkar. Og getur ekki sett hann inn undir líka bara? Jú, hann er bara hérna líka í description. Við hefum gert það. Já. Of course. Þannig já, ræðum þá bara þessa bók. Já. Þá förum við inn í þetta Akkumaf. A Court of Mist and Fury. Já. Sarah J. Maas. Já, hún er rosalega vinsæl núna sem rithöfundur. Já. Núna fyrir akkurat seríunar og Fourth Wing. Hún er ekki með það. Ekki? Nei, það er ykkur önnur. Það er ykkur önnur seríu sem Sarah er með líka. Já, en það er ekki Fourth Wing. Sko, Fourth Wing, það er líka allir eru að missa sig yfir því. Já, það er eitthvað svona svipað dæmi. En þú veist, það var eitthvað að tala að akkurat væri alveg. Hún er með eitthvað Empire of eitthvað. Að væri alveg 16 bóka seríu ef maður fer í allt. Akkurat þar. Já, af því að það eru fleiri, þú veist, það er eitthvað sem heitir eitthvað annað, veit ég? Já, það er eitthvað Sarah J. Maas. Ég er búin að googla hann, sko, en ég veit ekki alveg hvað seinni svona serían heitir. Throne of Glass. Throne of Glass, alveg rétt, já. Já, það er líka mjög vinsælt. Já, en þetta Fourth Wing, það er eitthvað Rebecca. Við erum að pæli þegar við sáum allir mistu bara viti þegar núna eitthvað Onyx Storm kom út. Já, það kom ný. Já, þriðja bókin í Fourth Wing, þannig að þú veist, fólk er að segja við okkur að mæla með að við pröfum þær. Og þær eru með dramatized adaptation. Já, það er uppáldakar. Já. Þannig að við erum að hugsa, þú veist, mögulega ætlum við það, við látum ykkur vita, en þið fylgist með Instagram til að vita hvað bók verður með næst. Við erum ekki alveg búin að negla niður. Nei, þetta er dálítið erfitt. Þetta er svona, að því núna erum við að fara í eitthvað annað heldur en þetta. Já, ætlum að halda þessu smá fjölbreytileika, en við lofum samt, gerum það í síðasta bókabóðstætti, að við munum taka alla seríuna, en bara ekki, þú veist, bara upp á fjölbreytni og munum taka ykkur aðra bók næst, bara upp á, en einhver tíman kemur the rest of the series. Já, en ekki book by book. Já, þegar við erum báðar samla því að það er ekki hægt að ekki klára. Það eru 3 bækur eftir. Já, við verðum að klára það. Sérstaklega, og þá getum við skoðað Fourth Wing kapitluna. Þú veist, það allt. Það kemur alltaf næsta bók verður eitthvað svona krútlegt sem er kannski meira fyrir annan hóp.
og ef þú ert ekki komin inn í þennan hóp, fantasy-hópin, það var erfitt að samfara okkur, minna erfitt að samfara mig, en mjög erfitt að samfara þig, en sér það eftir því? Nei, mér langar að vita what the hype is about, þannig að þú veist, ég líka bara upp á að svala forvitninu minni, þannig að þú veist, ef þið eru sem ég eru bara eitthvað, þú veist, þið horfðu ekki á Harry Potter, eða þú veist, hlustuðu ekki á Harry Potter, eða lásuðu og lítil, eða horfðu ekki á hana, eða aldrei sé Lord of the Rings, eða eitthvað, ég veit ekki. Ekki fyrir the fantasy og sci-fi og dæmi. Já, þá, þú veist, bara þess að svala forvitninu, því það er allir að fucking tala um þetta, þá tók ég fyrstu bók og við tókum þetta síðasta bókabóði, þá ég sagði að það var erfitt og þú veist, ég átti bara ógeðslega erfitt með að skilja því ég hefur bara aldrei virkað ímyndaraflið mitt svona. Já, og líka bara þú veist ekki svona basic knowledge eins og bara fairies og að þau séu svona eldri og þú veist, það eldast hægt og já. Það er svona alls konar svona basic knowledge sem að þú kannski vissi ekki svona verur. Nei, einmitt, og vissi ekki, þú veist, að fairies er bara, þú veist, það er bara át og fallegar, já. Veist, ég vissi ekki svona þessa hluti, en ég get sagt það að fyrsta bókin, Avatar, bara, hún náði mér síðan, varð gett spennandi þegar hún var komin í challenge-in þeirra. Það var mjög skemmtilegt. Þannig ég var alveg svona, þú veist, og þegar hinn endaði var ég alveg svona, ok, til í næstu, og það er sama tilfinning og ég fekk núna með þessa. Hún næri mér í endan. Ég trúði ekki að myndi ná svona góðum endir. Nei, ekki heldur. Hann þetta er basically hræðilegur endir. Þess vegna þarf ég að vita hvernig þau koma út úr þessu, skilurðu. Ég veit það. Þið náðu að gera það fucking spennandi. Og ég held ég væri over it. Ég held það líka, en ég held sko inn í miðjum bóku var ég bara. Já, en það er út af því að við erum búin að gefa okkur allt of langan tíma í að klára þessa bók. Þetta er okkur að kenna. Ef við höfum tekið bara viku, klárum þetta, þá höfum við verið bara skilið hana miklu betur, náð karakterinn miklu betur og já, þú veist, okkur hefði ekki leiðist svona. Þetta var alveg erfitt að því ég var að hlusta klukkutíma hér og kannski klukkutíma eftir viku og svo hinn klukkutíma eftir 2 vikur. Þetta er klúður hjá okkur, sko. Já, þetta er klúður hjá okkur. Við byrjum á henni, svo fórum við til Parísar, við þetta alltaf vel og þú ert ekki að hlusta á Ekki gæluferð, nei. Ekki gæluferð, skilur við. Nei, ekki við. Bara systir mín er alltaf bara mest að fan í heimi á öllum þessum bókum. Hún er að koma okkur inn á þetta. Þegar ég var með henni í Milán, þá var hún bara að hlusta á þetta, sko, og lesa þetta allan daginn. En þú veist, já, bara, við vorum ekki þar og svo komu jólin og einhvern veginn þetta bara svona tafðist, þannig ég veit alveg að þetta er á okkur, við hefðum alveg getað gert það betur. En við viljum ekki gera þetta aftur svona, við viljum alltaf núna ákveða bara saman og við látum ykkur alltaf vita þegar vikan okkar byrjar sem að við ætlum að taka bókina, bara núna er vika alltaf að klára, en þú veist, það þurfi ekki að klára, geta alltaf átt að inni, skiljið. Það var gaman að þið séu með okkur on track. Og bara, það er ógeðslega skemmtilegt að hlusta bækur, bara við mælum svo mikið með. En já, þú veist, þannig að hún náði mér, einmitt, ég veit alveg að þið má farin að detta svo mikið út af tímanum sem við letum líða á milli. Bara líka þetta er náttúrulega flókin nöfn og við erum að kynnast ótrúlega mikið af karakterum. Oft verður ég bara, ég veit ekki munin á hverju já, eða hvað í anskotunum er að gerast þetta. Það er svona líka gott að fara inn í Read í Storytel og sjá nöfnin að þá kannski skilum maður betur svona að því að þú veist bara við erum með svo mikið karakterum sem heitir bara, þú veist það er ekki eitthvað bara John eða eitthvað. Nei. Við erum með Cassian, Asriel Moore, Armen og það er svo ógeðslega erfitt. Já, Rhys, Tamlin bara þú veist það er engin sem heitir eitthvað nafn sem ég heirt áður, sko. Nei. Nesta, Elaine og hvað hétt áttur að vinkona okkar Amarantha. Nei, þú ert alltaf að tala um hana. Ianthe, já. Svo mikið að karakterunum og orðum til að læra þannig að fyrstu bækurinn er alltaf erfiðastar. En fyrst er ekki verið alltaf on point að akkurat bókin, fyrsta, að hún sé rauð, að það er Tamlin. Mér finnst Tamlin verið svona rauður. Já, meina það. Og svo er nú bók nummer 2 sem er Rhys. Svona græn. Blágræn einhvern veginn. Svona turquoise. Já, svona eins og Night Court einhvern veginn. Já, jú, kannski, þegar þú segir það, sko. Þannig ég er spennt að vita að því hinn er bleik. Já. Hvað pov? Er það eitthvað annað pov eða? Einmitt. Hvað heitir næsta? Sjá... Skugla. Ég ætla bara að segja... Ég með það reyndar í svona saved book sem er Storytel. Já, þetta er hérna part 2. Já, A Court of Wings and Ruin. Wings and Ruin, einmitt. Þú veist, að ég er búin að heyra að það séu fleiri puffs. Já, ég er búin að heyra það líka. Já, en ég veit ekki hvort það komur strax eða... Nei, ekki heldur, sko. Eða hvað. Og það var alveg gaman en í endan á þessari að heyra svona Rhys puff. Vók, það var skemmtilegt. Það ekki? Jú, ég var svona, bítu, skólum bara hver að tala. A music to my ears. Já, líka leikarinn sem tala fyrir hann.
Mér langar ekki að sjá hann í alvörunni. Ég var að segja, nei, við skulum ekki, nei. Googla hann. Já, því ég sé bara AI-rís fyrir mér. Ég sé öll fyrir mér í AI-útgáfinu, sem maður sé alltaf á TikTok. En já, En já, ég ætlaði bara að segja, ég sé ekki að það sé hægt að, þú veist, mér sýnist þessi sería bara vera audiobook, en ekki e-book inn á Storytel, just so you guys know. Ekki inn í hinni bókin heldur? Nei, hún er, þú veist, það er hægt að hlusta venjulega, en þá bara, eins og ég er búin að gera það oft bara að vara að googla nöfnin á þessu fólki. Já, bara just so you guys know. En það eru einhverjar sem eru, þú veist, rafbækur líka. Ég var oft bara að fara inn á Google og skrifa bara, þú veist, characters, avatar, skilur, og fá bara nöfnin, bara til að skilja hver og hvað. Já, skiljanlega. Og líka þú veist, eins og þegar Serial kom fyrst upp, þá var ég bara, what does it look like? Ég get ekki ímyndað mig hvernig lítur út. Það er sýnum bara. Já. Ég veit ekki hvernig Serial looks like, sko. Þú veist, alveg bara Serial, sko. Serial. Í alvörunni, svona. Hvernig sér það sem sér þér? Ég veit það ekki. Ég sá það fyrir mig einhver svona klók. Já, ég sé það fyrir mig. Það var náttúrulega sagt það, skilur. En svona hann er svona með klók og hann er basically svona eins og, þú veist, rótin mannski eða svona beinagrind eða eitthvað. Já. En ég elska The Serial, sant? Já. En hvernig finnst þér hann? Það er bara fít, sko. Hann er bara bring in the tea, sko. Við erum basically Serials. Já, það er hann sem sagði bara... Það séð hann með te. Já, hann er bring in the tea. En það er hann sem sagði bara you were just made. Já. Já, ok. Og maður ekki þegar hún catchaði hann í bók 1 til þess að því að hún var búin að heyra að þeir geti ekki sagt ósatt. Já, alveg rétt, já, þetta er hann. Já. Og hún náði honum aftur þarna til að láta hann hjálpa sér að bjarga Rhys. Já, einmitt. Ok, fyrir maður að sé þessa bók. Ok, ég er aldrei búin að, byrjuð maður Google samt fyrst hvernig The Adder lítur út. Já, en hann er ekki tjekka því líka. Ég veit ekkert hvernig hann lítur út. Ég sé fyrir mér bara svona skepnu, bara mikla skepnu. Já, ok, hann er bara basically það. Já, ok. Hann er bara svona eins og, þú veist, Þetta fugla? hann er náttúrulega með vængi. Já. Hann er bara basically svona humanized leðublaka, en samt með ekki human face. Ef ég er hann að sitja í orð. Já, einmitt. Oi, Já, þetta er... skil hann alveg að drepa hann. Já. Hann grínt. Sýður hann pirrandi maður. En það var svo fyndið, ég var að sá eitthvað á TikTok og segjum að þetta sé bókin. Og bara ok, here's the wedding, bara þau eru að fara að gifta sig og búin að skiptinu svona upp, here's the wedding. What the fuck is this? Og allir bara svona, hvernig endur þessi bók? Því allir heldur bara, auðvitað bara að giftast Hamlin. Já, og fólk sá ekkert fyrir og horfði bara á þau sem var bara að lesa bara, ok, þau eru að fara að gifta sig svo bara geðveikt mikið eftir. Já, ég sko, já, þegar ég byrjaði, ég var bara, akkur er Rhys ekki mættur? Já, ég var alltaf, hvað er hann? En mannst ekki okkur liða alveg fyrir lengi þannig? Jú. En svo kemur hann ekki að snemma. Hvað var það? Ég veit ekki. Ég var bara, já, Rebecca, bara, hvað er eftir í bókinni? Ég var bara, ég er bara að bíða til Rhys að koma að sækja hana. Hann kemur og þá sá hún örugglega bara á mér að ég var bara komin svona lítið inn í bókina. Já, þú veist, þá ertu bara komin svo stutt og svo mikið eftir. Það er svo mikið sem gerist, en þú veist, ég var bara, en þú byrjaði náttúrulega bara að vera þarna bókin bara eitthvað gett lasin og eitthvað, ég var eitthvað. Já, hún ælandi gett mikið. Ég var alltaf bara alltaf svo pregnant. Já. Ég var alltaf að hugsa það. Já. En hún var samt líka svona, var hún ekki eitthvað svona líka í hinni bókinni þegar var eitthvað off, þá ældi hún bara eitthvað. Jú. Þannig hún er með, þú veist, geða svona, mér fannst alltaf ekki að skrýta ímyndið með klósettin í þessum heimi. Já. Að því ég sé þetta fyrir mig svona geðveikt back in the days, svona Game of Thrones Já, ég sá þetta fyrir mig þannig líka, já. En hvernig eru klósett, að því alltaf bara eitthvað the cold toilet, er þetta bara venjulegt klósett? Váka þið kóspurning. Þetta er mjög erfitt. Já, þetta er mjög erfitt. Þú veist, nú er það hvít klósett skál. Já, ég sá alltaf fyrir mig svona gullita. Svona glans, einhvern veginn. Æla þar húnni, Já, en hinum meginn, þegar þau voru ímyndið bara svona, hvernig helst þú klósett in the human realm, bara sem þau byggu fyrst, skilur. Þá sá ég bara fyrir mig fötu. Já, það er svona kamra, svona viðarkamra einhvern veginn. En þetta var alltaf inn í húsi. Já, og þú veist, ég sé þetta fyrir mér svona þannig. Ég sá sko fyrsta húsi fyrir mér bara svona með mold á gólfinu. Bara það. Já, reyndar, það var bara fötur, já. Og bara svona, bara vindurinn inn í. En svo þegar þau voru á torfbæir. Já, svona þannig tímasetning. Já. Og svona engin, stjættið hann eitt þannig. Nei. Já. Svona smá Peaky Blinders, þessu hvað ég meina. Ég skil hvað ég meina, já. Meira tilbaka. Já. En svo þegar Tamlin took care of them og gaf þeim pening og eitthvað, þá sá ég fyrir mig miklu flottar hús á 2 hæðum og eitthvað. Já,
Og svo líka bara, þú veist, ef maður spólar hans inn í bókina þá alveg að fara í bað og eitthvað. Já. En ef maður, þú veist, hugsa Lord of the Rings, þekkir það ekki, þá álfaheimurinn náttúrulega bara miklu meira advanced. Já, ok. En heldur en annað eins og bara Hobbita-heimurinn, skilur. Og já, líka á Human. Basically, þá það eins. Human-heimurinn einmitt með svona molda á gólfinu og þar. Já, ok. Þannig við fyrir mér. En já. En ég skil það, já, en bókin byrjar náttúrulega þannig og svo náttúrulega, þú veist, eru þau bara að fara í þetta brúðkaup og hún var alveg svona get miserable eða, þú veist, allt var svona get ómögulegt og hún vildi ekkert eitthvað vera eitthvað, þú veist. Nei, já, þú veist. Hún var alltaf að reyna að vera með í öllu en það var engin eitthvað á leifin eða. Já. Þannig að það var svona smá, svona eitthvað bíf þarna. Já. Þau eru alltaf búin að missa grímurnar. Já, þau eru búin að missa grímurnar, einmitt. Þannig að maður sér Tamlin og Lucian meira. Þau eru rosa duglega do the deed þarna í byrjun bókarinnar. Já. Þau eru alltaf doing it, sko. Bara rosa mikið. Já, hún alveg horny, sko. Hún horny, sko. 100%. Horny 19-year-old, sko. Já, og það svona, þú veist, þegar mörgum fannst það svona vera að geta skemmtilegu partur af fyrstu bókinni. Mér finnst nefnilega því að sko, þú veist, það búið að gera grína þessum bókum, held að sér grína þessum bókum á TikTok, eitthvað þegar þú ert að lesa bók sem gerð fyrir úlinga og það bara ekki, hún var bara í fíli hérna skilur sem hún stundum, sérstaklega fyrstu bókinni. Fyrstu bókinni var hún alveg óþólandi en svo svona, akkur myndi einhver skrifa svona dirty atriði fyrir 19 ára, nei, fyrir börn skilur. Já. Það getur ekki verið markasett fyrir unga krakka, ég var alveg svona Harry Potter, það engar spicy seríur þar sko. Nei, það bara ekki svona bara null. Það bara, þú veist, koss í senustu bókinni sko. Já, bara, já. Þannig að þetta ekki barnabækur sko. Nei, en það svona eins og fólk sé að halda að veist, tala að þetta sé gert fyrir úlingstelpur, skilur. Þá eru þau ekki að lesa Nei, það að lesa hana þegar okay. Þú veist, ég veit ekki hvort þetta þessi bók kannski verið að tala um einhver aðra svona bækur en þetta hljómaði eins og Farrah bara eitthvað svona við mataborðið eitthvað, ég ætla ekki að borða eitthvað. Já, satt. En þú veist, það segir allir að þetta sé bara einn besta bókin í seríunni. Þú veist, það allir bara elska þessa bók. Já, ég held að sé út af Reese að þetta sé hans bók. Já. Hans aðalbók. En ok, þú veist, þú bara ætla að gifta sig og við viljum að geta farið við alla sögulina og bara svona, þú veist, stór hlutuna. Já, einmitt. Svo mætir Rís og þá má bara ok. Já, í brúðkaupinu. Já, tekur henni burtu í viku eða eitthvað. Staðatriði var bara a whole movie, ég gæti ekki hægt. Þegar hann mætir hann, ég sá þetta svo mikið fyrir mér, bara brúðkaupið sjálft. The Isle og allt þetta og hann svona mætir bara fair darling. Ég kom inn til þess að claim my bargain. Já, en ég var samt svona smá leið en samt glöð. Ég líka. Það var svona smá blendna tilfinningar. Já, ég líka. Þetta var alls konar. Já, því ég þarna þóttu mig smá vænt Tamlin. Ég líka. Já. Og ég þorði ekki viðurkenna. Nei, ég var það viðurkenna. Já, ég líka. Ég held að svona margir hafi verið bara svona fyrst bara Tamlin alltaf, skilur en svo eftir þetta þegar hann tekur hann og svo kemur hann tilbaka, þá byrjar hann að vera svo þess að byrja maður að sjá hversu toxic hann er. Já. Af því þá ertu búin að vera með Reese sem svona geðað mikið að gera allt fyrir hana. Hún bara í fílu og hann ok, eittu svona tímaninu með að læra að lesa þetta, skilur. Þú veist, gerði eitthvað fyrir þig. Hún er ekki búin að drepast hjá Amarantha því hún kunni ekki lesa. Já, þú veist, hún lestu. Og svo á meðan Tamlin bara, vertu bara hérna í flottum kjól. Já. Vertu bara kjurr. Ekki fara neitt, ekki gera neitt. Ekki gera neitt, eitthvað. Get boring. Já, þannig, já, það gerist og svo náttúrulega bara, svo kemur hún tilbaka og hann lokar hann einhvern veginn inni og ég veit ekki hvað ég svo fyrir mér. Já, ég veit ekki hvað ég sé svona fyrir mér og hann lokar hann bara inni í eitthvað svona semi-glerbúri sem ekki gler einhvern veginn. Ég sá fyrir mér svona fields, force, svona magic field í kringum húsið. Já, ok, ég sá bara í kringum hana. Já, nei, ég held ekki. Nei, að þú maður að fá svo mikla innilokana kent, þess vegna sá ég þetta fyrir mig svona more narrow. Já, hún bara komst ekki út úr þessu, af því að hann setti svona glamour, shield, dæmi yfir allt, held ég. Já. Ég held það, sem að bara hún komst ekki út skilur. Já, og Mora koma sækjana, en ekki Rís, og það var eitthvað ástæða fyrir því. Rís gat ekki komið. Kannski út af bondinu þeirra eða eitthvað, ég man það ekki. Það var út af ykkur. Já, hann komst ekki inn í shieldin eða eitthvað. Kannski náttúrulega lokaði hann á.
Rhys örugglega. Tamlin, það mjög líklegt. Mjög líklegt. Þú veist, það, hann hatar hann. Já, og þá var maður bara, ok, nice, bara, what a fucking idiot, Tamlin skilur bara, þú veist, hann ógsta leiðilegur. Hann fucking leiðilegur. Og þá fór hún yfir og þá var maður bara svona, ok, og þá vissi maður strax, bara, nú er sann breytast, hún er ekki að fara tilbaka. Já. Þú veist, hún er að fara að vera með Rhys í þessari bók. Maður fatta þetta bara. Þetta byrja þeirra ástasaga. Já, basically. En á sama tíma var maður bara svona, þú veist, þetta var svo mikið tókstrið, ég held ekki að nenni bara að sofa saman. Alla fucking bókina. Varstu ekki þar? Jú. Já. Þú kláði þetta, krakkar. Það var allir þar, sko. En bara, hún fer svo aftur, eða ekki? Hún fer ekkert aftur eftir þetta. Ekki? Nei. Jú, hún fer aftur. Hún fer aftur eftir þetta. Eftir hún er búin að lóka hann inni? Nei, held ekki. Ok. Það bara fer bara aldrei, já, ok. Og það var líka annars. Hún var bara að fara nokkuð sem fram og tilbaka og eitthvað. Já. En það var líka annars sem ég var að hugsa alla bókina. Mér fannst svo skrítið, ég bara, hvar er Tamlin? Já, ég man að þetta var að tala um eitthvað, hann hlýtur að leita henni, það bara eftir að koma í ljós. Já, og svo einmitt þannig í endan, skilur, þegar hann byrtist, þá var maður bara eitthvað, ég man alltaf heyra það fyrst þegar Lucian er í skóginum hana. Já, þegar ég meitt. Hann bara, Tamlin is here, eitthvað, þú veist, please come with us, það var bara að hlýta að vera. Já, það er bara, we're looking for you. Þetta var of skrítið, þarna bara í mjög langa og marga kapla, bara hún fór frá Tamlin. Já, sendur hann bara bréf. Sendur hann bréf og it's done. Já. Bara nei, það er eitthvað more coming. En þau voru það hittin alltaf í borginni og eitthvað þannig, skilur þannig að glætan og hann verður pottitt búin að, þú veist, loka á að hann gæti fundið hann. Já. En það var svona, maður var einmitt bara svona, þú veist, þetta er ekki búið. Nei, þetta er bara glætan. En aldrei datt mér í huga að Tamlin myndi vera the villain, sko. Ekki svona, nei. Þannig að, þú veist, já, en ég var alla bókina bara, þú veist, bara karakteristik sem Sara búin að búa til yfir Tamlin bara meikar ekki sens að hann sé bara að gefast upp. Nei, af því líka í byrjun bókar segir bara ég myndi gera hvað sem er til að halda það með mér, skilur. Og hann var literally. Já. Það stóðst. Einmitt. Þannig að það var eitthvað sem ég var að hugsa einmitt allan tíman og maður var líka bara eitthvað, ok, þú ert fucking hrifin af Rhys og bara, neina, svo saman og maður skildi ekki. Þetta var svona, ég er ekki skötni en þú skötni mér eða eitthvað. Og ég elskaði bréfadótið. Já, bara DM-in. Já. Bara eitthvað svo þegar hann bara svaraði ekki. Það var svona, já, don't leave me a read. Já, ógríns. En var þetta ekki bara þannig? Var ég ekki sjátt fyrir mér að skrifa bara blað svo hvar blaðið? Já, það fór bara inn í svona, hvað kalluðu þetta? Þau gerir þetta. Já. Ég man ekki hvað kalluðu þetta. Nei. Allavega, þau var svona byrtast á öðru stað og eitthvað og senda bréfan á milli og ég sá bara fyrir mig bara basically bara bréf. Bara svona bréfbúta? Já. Eitthvað svona búin að rífa miða? Já. Ég sá það þannig fyrir mig og það bara kom svona blað. Já. Og ég sé þetta svona fyrir mig bara svona eins og a movie. Já, þetta er svona fairies DMing each other. Já. Og líka bara þau, þú veist, það er ekki allir fairies sem getur gert þetta. Nei. Svo líka, sem var ógeðslega áhugavert, sem ég fannst ekki svona gaman að heyra, þú veist, sem var alveg í byrjun bóka líka, þú veist, er að útskýra hvað hún var orðin kröftuð út af því hún var sett saman af öllum High Lords. Já. Þannig hún væri með, þú veist, power from every single one. Það var ekki svona, Já, það er ekki svona. Og þá talaði, man ég hvort það hefur verið Rhys eða Tamlin þú veist, bara eitthvað. Jú, það var Tamlin sem var bara fólk, eða þú veist, einhver gæti vilja taka þig og þú veist, basically eitthvað spannir þitt. Já, bara til að breed you. Bara til að breed you, að þú ert með það mikið power, þá var maður svona, og þá hugsaði maður stundum með Rhys, ekki hann gaf eitthvað í skinning, en ég var svo stundum hugsa bara, er hann að taka nóta því? Já, einmitt. Þú veist, ekki hann gaf það í skinning, ég var svona, ætli það sé nokkuð plottið, það var svo mikið eftir, ég bara, ætli það sé nokkuð. En hann byrjaði að skipta sér svona aðinni áður en hún varð þetta. Satt. Og það var alveg svona flirting og já, og hann er bara super nice, hann bjarga henni náttúrulega og þú veist, auðvitað var hann að gera það líka til þess að reyna, þú veist, bara frelsa alla skilur en það var samt alltaf the flirty side, sko. Það var það, sko en hérna, já, það var, þú veist þetta var mjög áhugavert erum við að taka þetta í einhverjus línu eða? Nei, þú veist, bara fínt að fara svona yfir línuna kannski en svona þá munum við hvað við að tala Já, en þú veist líka sko það sem að fyrsta svona spicy, fyrsta juicy parturinn var þarna þegar þau eru þarna saman þau fara þarna í eitthvað svona þetta er eitthvað svona party, þetta er ekki Já, the summer court, eða ekki? Jú, og þegar hann situr þarna og hún er þarna bara his whore basically og hann sest á Það var ekki the human series, eða ekki? Jú, the human series, já
Hitt var þegar var jealous dæmið, þannig að það sem ég var að tala þegar hann þurfti að reyna við hann að gæja já. Og distract him. Já. Þá var svona fyrst kom svona smá afbrýðisemi. Já. En það var náttúrulega ekki spicy, en það var svona, ok, það hlýtur að fara eitthvað að gera bráðulega, sko. Svona, it's brewing, en svo var human eitthvað, og punkturinn með því, það sem við vorum þarna, því að þetta eina sem maður svona ástundum erfitt með þessar bækur, þetta svo mikið ímyndunar, að maður stundum svona, dettur smá út, bara hvað eiginlega að gerast þarna. Þá voru svo gett margir High Lords, og hún var basically a distraction á meðan eitthvað fór stál bókinni. Í The Human City? Já, þegar þau voru í þessu partí þarna sem hann var basically bara með bónum bara. Já. Sko, já, var það ekki? Held að. En þeir stálu ekki bókinni? Einhver fór, Asriel eða eitthvað, fór og var að gera eitthvað á meðan. Já, einmitt. Já, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað er í gangi. Það var mjög erfitt að innbytta sér þegar þetta var í gangi, sko. Það var erfitt, sko. Og þá, eitthvað, fyrst situr hún þarna eitthvað og alveg, þú veist, og þau alveg bara, hann alltaf að færa hendurna næra og næra upp lærin og hún einhverjum gorgeous kjól, einhverjum bara mega babe þarna eitthvað og hann, þú veist, hún finnur fyrir bónirnum hans og eitthvað, það alveg svona, oh my god. Það sem fyndið að koma svona orð sem svona geðveikt human. Human, nútímalega, einhvern veginn. Eins og þegar hún blótar og sé bara fuck og shit eitthvað og svo bara þetta bara maður svona, what the fuck? Já, ég inn í ævintýraheimi. Já, einmitt. Og notið þið þessi orð? Já. En það var svona, en svo fóru það að rífast eftir það út af því að eitthvað gaurinn að kallar hann að hóru. Já, var eitthvað þannig, já. Og þá hann að bara... Hún alltaf í fílu. Já, hún fyrir alltaf í fílu. Og þá var hann geðveikt að rífast að því að Sand bara brást svo illa við og þá var hann bara geðveikt að rífast og bara, you're supposed to be my friend og það var þetta friend dæmi. Það var vist huge. Já, fyrir þú veist, þeim sem eru allan á þeim og TikTok og svo var bara þeir heyrðu þetta og voru bara, hún að friend svona. Já. Ég tók því ekki alveg þannig, veist, ég tók hann bara sem eitt af fílu köstunum. En ég tók því eins og hann tók því þannig. Hann kannski ekki það, já. Já, ég held að, eins og hún bara sá eftir því að hafa sagt friend. Já, ég held það, sko. Það var svona eitthvað, ég man hlusta á þetta tvis og ég bara byrju, hvað er að gerast hérna? Ég fór tilbaka alveg svo, hvað? Akkur svona, af því að þið fóru bara brútal fílu eftir friend-dótið, þannig ég var bara aftur byrju, ok. Og þá hætti hann að svara bréfbútunum. Já. Þú veist, þetta var algjör fíla, sko. Já. Náttúrulega við erum að tala úlingina, sko. Já, þú veist, og 500 ára mann, skilur við. Já, þeir eru alltaf úlingar, saman hversu gamlir þeir eru. Hann er vissulega ekki maður, samt. Nei, þú veist, 500 ára álfa eitthvað. Þú veist, það er ógeðslega fyndið. Og hann var bara eitthvað að geta hrifin að henni þegar hún var 19 ára bara að berjast við Amarantha. En ok, it is what it is. Hún er eitthvað orðin tvítu núna. Hún talaði að hún ætti ammælega einhvern tímann og hún lét engan vita á eitthvað. Já, alveg rétt, típist hún. Já, hún er svo ógeðslega laid back. Já, ég ætla ekki að segja neina mig Ég ámæli. pæli ekki neitt í mér. Ég á svo mikið nú þegar svo ég er að fara að fá fullt af brúðgóðsgjöfum. Hún er svo mikið pick-me-stutum, sko. Ég er bara svona, en ég elska hana. Já, same. En já. En það var svona, fyrsta spicy og svo var þetta aftur spicy þegar hann meiðist náttúrulega Já, þetta var búið að vera eitthvað smá romantískt kvöldi fyrir það, var það hótelið? Já, það var því inn og geðveikt lítið herbyggi. Bara eitthvað eitt rúm og bara svona, þú voru samt búin að lenda í þannig aðstöðum áður en ekkert var búið að gerast. Nei, ég er sammála, og maður var bara svona, ok, gerist þetta núna og svo loks, ég var að, þú veist, hlusta þetta, þennan part og ég var bara, ég átt svo erfitt með þetta og ég var bara, ok, þau leggist þarna yfir og það gekk kalt að henni þannig að hann breiði vængina yfir hana og hún er eitthvað svona strjúka vængina og hann byrjar eitthvað svona fá eitthvað smá út í því og ég var bara, is this supposed to be hot? Ég var bara, og líka bara hvernig þið tala wingspan, sko. Já, og ég var bara svona, það sé eitthvað svona tippastærð. Já, og ég var bara svona, er þetta í alveg, vængjað porn bara, þeir sumir bara það og við erum ekki að dæma. Nei, en ég var bara, is this supposed to be doing something? Ég var bara, hvað? Þetta var svo langt og þetta var svo mikið. Ég tengi líka þetta við það, ég var bara svona, það er að ströka eitthvað annað kannski. Já, getur að ströka eitthvað annað, please. Svo ég var svo erfið að sjá fyrir með vængina. Já, ég líka. Af því ég er svo nýbúin að horfa með Maleficent, þannig ég sé bara þá fyrir mér. Já, en eru þeir ekki svona bad vibes? Meira heldur en fjadrir. Í þessu, en hún er samt eitthvað strjúka og eitthvað svona, ég veit ekki mér. Og ég fór í brúnir til sýstu, en það er bara beint eftir og bara hlusta þetta aðri. Eða þú veist,
ég var ekki komin inn í þetta þegar hann bara að byrja að putta hana en hún var bara að strjúka hann á venginu og ég sagði við Rebecca systurni, ég var bara að, þú veist, bara sorry, en þú veist, á þetta vangjaporn að gera eitthvað fyrir mann, eða þú veist, hvað að gera, hún bara, haltu bara áfram, it's the other part, bara býttu bara aðeins, ég ok. Svo var þetta náttúrulega aðeins meira spicy og þau hættu að pæla bara í þessum vangjum, nema hann náttúrulega vildi ekki leyfa henni að gera við sig, og svo hann bara, þegar ég loks ætla að leyfa mér að fá þig, þá ætla bara að setja það borð og borða þig eins og físt og eitthvað maður bara svona, hvað? Ok, hann alveg að spara sig. Já. Þannig vissi hann eitthvað, við vissum ekki. Það kannski ástæðan líka. Já. Akkur hann að spara sig. En svo kemur næstu dagur sem það myndur örugglega finnast þegar það gerist. Hlýtur að vera. Hún hlýtur að fatta eitthvað þá, eða þú veist. Já, jú, með allir svo ljós og eitthvað. Einmitt. Jú, það hlýtur að vera. En já, svo það hvað, ekki næsta dag bara eiginlega sem að hann meiðist. Jú, þau eru bara leiðinu frá þessu eða eitthvað. Já. Og þau eru bara geðað mikið gazing into the eyes og eitthvað svona voða romantíst. Það var bara, oh my god, is that an eyeshadow? Bara, í staðin fyrir að fucking gera eitthvað. Já. Það bara, hann skot niður. Já. Þetta var alveg erfitt fyrir mig að hlusta á. Að hann var skotin svona illa. Já. Já, bara er hann fyrir að deyja? Já, ég líka. Bara þau voru alveg að fara að gera það? Bara er ekki að reynast? Bara, not yet. Nei, ég bara býta aðeins, hann ætlar að borða hann eins og eitthvað físt. Can we make that happen? Sem ekki tease. Já. En það var, já, og svo þú veist náttúrulega, þar er hún bara að panika, skilur og fer hann til The Serial. Serial. Og og byrður hann að segja sig hvað hann getur gerst til þess að bjarga honum. Þá segir hann spills the tea. Já. Og hann segir her mate. Og þá var hann alveg brjáluð líka aftur. Hvað var það? Mér var það svo asnalegt. Svo asnalegt, þau hvernig brjáluð. Það má ekki segja henni neitt. Hún þarf að vita allt. Já. Bara eitthvað, þú veist, það er góð ástæða fyrir því. Bara slaka þá. He's 500 years old, hann lítur að vita betur en þú. Já, ángríns. 100%. Þannig að það var ógeðslega pirrandi. Hún fílu ykkur cabin, eitthvað, maður bara 3 daga, eitthvað að mála og eitthvað. Þú veist, þetta var svo eitthvað glatað, en þá kemur þessi frægu chapter 55 eða 54. 54 og 55. Já, 54 og 55 sem allir eru bara porn. Ég man bara corn. Afsakið. En ég man bara þegar ég var að hlusta þá var ég bara what is going on? Og bara here is the spicy part. Og það alveg í lokin, sko. Já, þá var maður bara ok, bara. Já, þá var að tala þetta væri bara mest spicy bók, bara geðið spicy bók, ég bara where? Ég segi, ég bara allir eitthvað að missa sér, ég bara heyrðu, hafið lesið Verity. Ég komast aðeins lengra, Verity náttúrulega svona þunn, sko. Já, satt. Þannig að þau eru bara alltaf fokkin. Ef þessi bók verður nú þunn, þá verður miklu meira spicy, sko. Já. En já, einmitt. En chapter 54 sem hann er að útskýra allt hann með hvernig þau eru mates og hvað hann var að gera með Amaranth og allt þetta, mér fannst það var alveg svona wow, þá sko bara svona datt ég inn og bara þú hefur ekki þetta náðum út úr svona heim. Nei, same, þessi 2 kaplar náða mér alveg sko, þó ég vissi ekki eins og það væri famous kaplar sko, ekki heldur. Af því við erum náttúrulega að hlusta, það er ekki kaplanir. Nei, nefnum svo bara fylgjast með skjánum sem maður þetta ekki að gera, skilur, þú veist, og maður var bara, oh my god. Rosalegt, þetta var mjög gott stöf sko. Og þú veist, líka allt þetta með Amaranth, bara hann gerði hvað hann feikaði það lengi og þarna voru líka náttúrulega búin að vita hvað, þú veist, þarna pappi hans og pappi Tamlins, þú veist, hvað þeir voru miklu bífi. Og Tamlin bara, þú veist, monster og eitthvað, þú veist. Þannig að þetta var bara, já, þetta var sturlaðir 2, ég skil alveg hæpið við þessum 2 chapters. Já. Af því þegar hún er eitthvað svona, ok, koddinn, ég skal hitta fyrir eitthvað að borða og þá var hann eitthvað, vissu ekki að það var ekki stórt og eitthvað svona. Og hann er síðan búin að segja henni að útskýra þetta söguna svo segir hún eitthvað svona have something to eat, eitthvað svona þú veist, basically staðfesti bara já, hérna, borðaði og þá var það eitthvað get huge líka þetta var rosalegt og svo náttúrulega bara they did the deed, skilur bara loksins bara sealed their bond og það var bara svakar ljósasjó eins og ég skildi það. Já, þau fóru líka að síla það eitthvað hjá einhverju priestess eða ekki þarna, ég held að bara að fara upp í rúm sko. Ég held að það hefði farið að gera það. Að gera það, sko? Já, ég veit að gera það. En ég held að það hefði farið eitthvað og þú veist, gert hana high lady og eitthvað. Nei, ekki þarna. Og hvernig gerði þið þá? Alveg bara, við talum bara eftir chapterinn. Þannig að, þú veist, þessar frægu 2, þá loksins
stundaði samfærir og það þetta ljósasjó og svo voru það alltaf svona, já, við verðum að fara og þú veist, sílirinn, en svo geraðu það ekki fyrir við fórum að vita það í endan deginum áður en þau mæta Tamlin og Við vorum ekki búin að vita það og ég held ég hefði mist á því þá. Já, nei, við vissum það ekki fyrir en við heyrum Rhee's point of view og bara, they didn't know that the night before. Þá var maður bara og þá var hún high lady. Já. Þess að vissi enginn það. Það var ekkert búið að fréttast, það var ekki búið að hafa henni tíma, þú veist. Og Tamlin var búin að segja að það ekki til high ladies. He's a fucking liar. Fucking liar. Fucking liar. Og já, svo faraðu þarna og hitta þarna Coltrane og þessar drottningar alveg búin að svíkja þær og... Kjöldar drottningarna pirrandi, maður. Ógeðslega pirrandi. Já, þessi loka kaplinn var rosalega bara bam, bara allt að gerast. Svo bara systurnar og maður bara svona auðvitaður systurnar þeirra. Ég þegin að þær sé orðna fei. Já, bara getur hægt að hafa ágjur. Já. Ég sammála. Bara þær degi ekki núna, þú veist, þær eru immortal. Hvernig sástu fyrir þér hennan pott? Ég skildi ekki neitt. Bara eitthvað, ég var bara eitthvað að hugsa fyrir mér, bara svona, allt í hennu byrtist bara vatn í kringum þær og þær eru bara að drukkna. Ég veit ekki. Ég sá fyrir mig svona golf og það væri svona vatn ofan í jörðinni og það bara sett hann ofan í bara basically drektinni og svo einhvern veginn bara skaust hún upp úr eða eitthvað. Já. Ég myndi mér að var hann og svo allt í kringum hana var bara að byrja að vera vatn. Ég er mjög bara áhuga sem hvernig þetta á að líta út í þessum að þessu söru, sko. Já, ég líka. Að það mist enginn vita, þú veist, ég var að skoða TikTok og allir bara, já, the pot, bara eins og voru hann í potti. Já, bara hann í ykkur svona, já, meinar. Ok. En já, það er hann að Faye. Lucian vill meina að Elaine sé her mate. Já. Það hlýtur að koma þá eitthvað með þeim. Apparently. Vistu að þær eru Nestor og main character núna líka og Elaine. Áhugavert. Þú líst má ekki Nestu. Það eru margir þar, sko. Hvernig er þú það? Með það? Mér er bara svona alveg sami um hana. Já, mér líka, en ég er bara svona, hún er alltaf svo, einu sinni var hún gett næst þannig að þegar hún vildi fara að bjarga Tamlin þá hjálpa hún henni. Já. Svo fór hún aftur í að vera eitthvað bitch. Já, voru eitthvað svona með stæla núna þegar þau komu til Human og eitthvað, já. Hún á að vera betra sem face, sko. Já, kannski. En hún á að vera svona eitthvað öðruvísi powered. Já, hún var svona smá evil. Já. Ætli hún og Cassian verði eitthvað. Veit ekki. Og svo var gaurinn, augagaurinn. Lucian. Nei, hvað hét hann aftur? Gleym alltaf nafninu hans. Ég man það ekki heldur. Þetta eitthvað... Sem var inn í... Jurian, já. Hann var þetta líka. Hvað var hann að gera það? Hann var bara búið að resurrecta hann. Já, hann bara, ég vaknaður. Já, ég var bara Akkur fengum við ekki að sjá það gerast eða eitthvað, maður sér bara hennar pof. Mér svo skrítið hann sé bara allt í einu orðin það. Já, ég held að þyrftu 2 bækur og alls konar í þetta. Þau voru með bækunar, eða ekki? Já, nei, ein drottningin skildi eina bók eftir, þess vegna voru... Þau voru með bækurnar. Þau voru með eina bók allavega. Já, þau voru með drottningabókina. Nei, þau voru með hina bókina sem talaði. Já, bókina og Summer Court og drottningin skildi eftir hina bókina, það voru með báða bókina. Já, hvernig gáttu þau þá vakið til lífs augagurinn? Skil það ekki alveg. Ekki heldur. Smá confused there. Já. En ég held literally að allir sem lesa þessar bækur eru alltaf smá confused. Ég held líka það er ástæða fyrir okkur fólk að lesa þetta aftur og aftur er að því þeir eru að reyna að skilja þetta betur, ekki bara því þeir eru fans, sko. Nei, ég held það, sko. Það er svona enginn sem maður hittir sem er sko svona major fan sem bara, ég hlusta á þetta einu sinni henni. Það er líka ekki bara út af því að því finnst það svo skemmtilega nei, að reyna að skilja með það. Þú ætlar að reyna að sjá hann á haus eða hann heim alveg 100 sinni fyrir þér. Nei. Ég var búin að spyrja ChatGPT svo miklu hana og núna þarf að loka mig en ég er ekki með aðgang. Ég var að fara að skrifa how was Jurian made? Já, gríns. Mér langar að vita hvort ég mista því. En það getur ekki verið að mistum báðar að því. Nei, hann bara birtist. Við mistum ekkert af því. Það var ekki sýnt. Hann var náttúrulega þannig bara eitthvað, there he is, a very handsome alltaf. Handsome man, I've seen him before. Já, ég elska það svona. Já, gæst. En þá var það bara, it's Jurian. Þá var hann bara mættur. Og svo bara var hún bara en þetta var greinilega að því hún lætur í bókinni hún Farrah eins og þetta sé bara planaði henni on the spot að þykjast rjúfa bondið. Já. Þú veist, þykjast eitthvað svona eins og rísaði sett hana í eitthvað dáleiðslu eitthvað og hún lætur svona í bókinni eins og hún er bara bara ég verð bara að gera þetta svo heyrum hún alltaf í Rhee's point of view þetta var bara planað hjá þeim basically
Okay. Ég held að þau skildu bara hvort annað. Já, kannski, en þau voru náttúrulega búin að fara þann kvöldi áður, gera hana high lady, þannig að þetta var svona, Já, en það því að líka þegar hún bara að segja bara break the bond við hennan kingana, þá hann bara, no, og þá bara svona segir hún eitthvað svona, það eins og hann sé að meina þetta, eða þú veist. Já. Þannig að maður var ekki alveg viss. Nei, maður var ekki viss. Og svo, og svo náttúrulega vitum við þegar kemur átt að loka kaplinn og hans point of view og það ekki hægt að break the bond. Já. Og þá var svo, yes! Þegar maður, að því að tattúum fóru allt það. Já, en ekki hinum einn. Nei, já. Sem að við vissum ekki af. Nei, og maður var bara svona, okay, thank God. Það var ógeðslega leiðilegt að tattúum fóru samt, það sem mér. Já. Ég var bara, svona end of an era. Já. Ég fæk alveg svona, nei takk, en það eins gott að var með hinum einn. Já, en það var alveg svona, það var pínu hella, bara break the bond og maður var bara svona, gerist það í alvörunni? Þú veist, hún í alvörunni búin að... Það var hræðilegt. Já. Það var eiginlega, mér fannst það mjög sorglegt. Það var það, en svo var bara... Fucking Tamlin. Svo gott að heyri rísarni endan. Já. Alveg bara... Ég var svo búast við þetta hefði bara verið cold turkey þarna. Ég líka. En ég mjög fegin að kom svona smá meira hans. Já, og bara svona, ok, Bondi ennþá þarna. Já. Og byrju, hún high lady og hún svo aftur í the spring court. Já, og það bara, he invited me in. Já, the high lady of the night court. Og svona þegar þú býður ekki bara heim til. Já. The enemy. The enemy, hún var svona, og Lucian gets us. Já. Með allt bara. Lucian bara já, og missa sig. Já. Þetta ógeðslega áhugavert. Ég veit að þetta endan er alltaf spennandi, sko. Ég verð að vita meir. Þegar Rhys lítur að koma sækina eða hún þarf ekki eins og að vera sótt kannski. Ég langar að vita hvernig bondið þeirra virka, hvort það verður eitthvað bífa milli hennar og Lucian. Hvort hún sofi á Tamlin til að sanna sig. Hvort hún einmitt. Ég er spyrir að því að Lucian er ekki eftir að trúa fyrir að þau voru alltaf fucking doing it. Þannig að hún þarf að, og þú veist, mun Rhys sætta sig við það? Að hún sé bara fucking the beast. Hvað gerir? Ég veit það ekki. En við tökum næstu bæku fyrir eitthvað tíman. We will. Þar til þá, við skulum bara ná okkur og ákveða hver næsta bók er. Akkur klárum við ekki bara alla seríuna núna á einu mánuði og fyrir svo bara eitthvað vennilega bækur. Við getum gert það. Við ákveðum það. Við erum svo inn í þessu right now. Ég veit það. We're deep in. Ég veit það eru til 2 mánuði að það þurfa að rifja allt upp aftur. Kannski gerum við það en gefum út aðra bókin á milli svo fólk getur náð okkur. Skilur? We will see. We'll see. Anyways, þið fylgist með bókabönu. Við verðum duglegar að þetta líka á Instagraminu okkar. Já. Annars bara fylgist með okkur það. Tebóðið. Takk fyrir að vera í skemmtilegasta bókaklúbbnum. Takk fyrir að vera hérna. Það ef að gefa einhvern. Já. Sko, að tala svona hana. Gerða hana spennandi. Þú veist, það er svona, vá, hvað þetta var góð bók. Þannig að... Við gefum alltaf upp í 5, eða ekki? Jú. Ég man ekki hvað við gáum Agatar. Ekki heldur. Ég held að ég hef gefið henni 5 af 5. Að það? Já, minni það. Sko, ég ætla bara að gefa þessu sem einhvern og hins, sko. Þú veist, mér finnst hún betri nefnilega, en ég get ekki gefið henni hærri ef ég gaf henni 5 af 5. Nefnilega, finnst mér þessi betri, mér fannst challengein svo spennandi. Við hlustum á hana miklu hraðar, spyrst það. Já, kannski er það. Já, þetta er kannski erfitt að við þetta. Já, en þú horfir á plottið. What do you think about the plot, skilur? Og þessa sögu vissist, Tamlin söguna, ástasöguna, skilur? Já. Ég er alltaf, þú veist, bara fíla hana mjög mikið. Og þú veist, það er svo mikið að plotta líka hana með The Weaver, sem var einhver mannæta að búa til, þú veist, vef eða svona... Já, ég skildi allt þetta voða lítið, sko. Og mér langar að vita hvernig hún á lítið út. Úr, sko, mannahárum og eitthvað. Það er svo mikið að atriðum, mér langar svo mikið að sjá þetta telli, sko. Já, same. Ég held ég ætla að gefa henni 4, Þetta er The Weaver. Ég sá hann fyrir mig geðið stóra mannesku, eða svona skepnu, ekki einu sinni mannesku. Ég ætla að gefa þessu ringjaland, sko. Já, ég hugsaði það. Ég man ekki eitthvað Agatar, en ég ætla að gefa þessari 4,6. Ok. Hvað þú gefa?
Ég 5 og 5 aftur. Ef ég gaf 5 og 5 hinni, þá vil ég gefa þessara 5 líka. Já. En annars, þú veist... Fannst þessi betur en hinn? Já, eiginlega. Að ég elskar rís svo mikið. Já, ég skil það, já. Þannig að mér finnst það mikil skemmtil það. og ég elskar bara að það er svo mikil saga, svo mikið að gerast, mikið að plots. En þú veist, virkilega confusing, ég held sér virkilega betri ef maður hlustar á hana aftur og líka bara ef maður hlustar á hana, þú veist, meira, þú veist, consistently heldur en eins og við gerum í pörtum. Já. Þannig að já, ég var mjög hrifin af þessa bók, sko. Og alltaf því ég hlusta á hana, það er svona, oh my god, akkur er ég hlusta hverjum degi. Og það var bara því við vorum ekki með settan tökudag. Já. Þannig já. Okay. Ég get alveg hlusta á hana aftur, þetta er alveg þannig bók. Hvað sagði ég? 4,6? Já. Þú ætlar að segja 5 og 5. Ok. Það var spurning, ég veit eitthvað hvort að hinna bókinu séu svona góður en... Nei, við bara, þið fylgist með til þess að vera með í næstu bók og okkur hlakkar ógeðslega til og það líður allavega ekki meira mánuður á milli. Nei. Það er allavega sem við getum sagt ykkur. Já. So bara, we love you guys. Love you, besties. Happy reading. Happy listening. Bye.